Á Lísu, rokkhátíð samtalsins, eru fjölmargir áhugaverðir viðburðir í boði og meðal annars verður talað sóun á matvælum við hendum miklu, tískufyrirtæki, þessi stóru þau hafa viðurkennt að brenna fatnaði og svo framvegis og þetta allt saman verður rætt á Lísu. Rakel Garðarsdóttir, þú ætlar að frumsýna myndina eða sýna allavega useless myndina á Lísu í dag. Já. Hlakka mikið til. Hvernig þessi mynd og hvað hún? Hún þetta svona upplýsandi mynd og við reyndum að gera hana á jákvæðan og lausnarmiðan máta. Ég og Ágústa M. Ólafsdóttir gerum hana ásamt fullt af fleiri frábæru fólki og hún varpa ljós á matarsóun og tískusóun. Og hvað við getum gert til að bara sem einstaklingar að gera betur. Þannig að þetta bara eiginlega vitundavakningamynd. Og hún hefur fengið góða umfjöllun, það ekki? Jú, við erum búin að vera að sýna hana erlendis líka og hún hefur unnið til verðlauna og þannig að það bara frábært. En boðskapurinn skiptir okkur náttúrulega mestu máli og að bara sem flestir sjá hana. En hvernig skynjar þú umræðuna alla? Það mikið talað þetta og svo bara kemur eitthvað nýtt daginn eftir. Já, það nefnilega þess vegna mamma ekki sofna á verðinum og það búið að vera rosalega mikil vitundavakning matarsóun, sérstaklega. Tískusóun, eins og við erum að taka í myndinu, þar verður örugglega svona næsta. Það ég finn að það komi miklu meiri vakning það. En við erum samt eins og ef við tölum bara út frá Íslandi þá eigum við langt í höfn með að hætta að henda mat, sérstaklega. Það bara því miður sko. Hvað við að henda miklu? Það ekki alveg vitað. Það talið að við séum að henda allavega svona eins og Evrópa, 30% af því sem framleitt en þá erum við að tala alla keðjuna. En þetta náttúrulega, svo fjölþætt þegar maður að tala að maður sé að henda mat. Þetta svo sorglegt. Þá erum við til dæmis bæði að drepa dýr sem ekki þarf að drepa, 30% of mikið sem bara fer beint í tunnuna. Við erum að nota land og mold og annað í landsvæði í eitthvað sem fer bara beint í tunnuna. Við erum að flytja annan mat á þungaolíum yfir halvan hnöttinn og það ekki framleiðum við mikið á Íslandi því miður. Þannig að, og svo trukkum við þetta líka í trukkum á vegunum, þannig að það tikkar í rosalega mörg box hvernig áhrif það hefur á bara umhverfið og umhverfis á loftslagsbreytingur og annað þegar við erum að henda einhverju sem að... En frá því að þessi hugmynd ykkar kviknaði og svo gert handrit, væntanlega hefur ýmislegt komið ykkur á óvart eða hvað? Já, og kemur enn og sérstaklega finnst mér alltaf koma á óvart hvað það svona í alvörinu lítill vilji til að breyta. Bara þessi stóru risar eru bara smeykir við það. Og þeir halda kannski að neytandinn verði eitthvað fúllef, ég veit það ekki. En mér finnst rosalega lítið dramatískar breytingar í rétt átt verið að segja. Og það kannski það sem hefur komið mér mest óvart. En á jákvæðan hátt líka hefur komið mér óvart hvað neytendur og einstaklingur og bara umræðan tekur vel í þetta. Og fólk meðtækilegt og mjög viljugt að breyta. Þess vegna held ég að eins og ef súpermarkaðirnir myndi margir að gera marga góða hluti, mætti gera miklu betur og bara framleiðendur og innflytjendur. Þeir sem að byrgjar og annað sem að kaupa inn þennan mat, þeir mætti gera miklu betur. En þið eru að fara að sýna myndina, hvað ég tekur síðan við hjá ykkur, komið til að ferðast heiminn og kynna myndina? Já, við erum að fara strax núna til Kraká til dæmis. En svo erum við náttúrulega bara í öðrum, þetta eiginlega hliðarverkefni þessi mynd hjá okkur. Við erum í öðrum verkefnum líka, ég á nokkuð fyrirtæki sem ég að nota hráefni sem fellur til við matvælaframleiðslu og reyna að búa til verðmætasköpun úr því. Segðu okkur aðeins meira það. Þetta svona hringrásarhagkerfið sem ég mjög hrifin af. Til dæmis ég með eitt fyrirtæki sem heitir Verandi, þar sem við búum til snyrtivörur úr hráefni sem fellur til við matvælaframleiðslu. Það náttúrulega rosalega mikið af góðum efnum sem falla til við matvælaframleiðslu sem erfitt að nýta. Til dæmis nota ég bygg frá Vallanesi og það kallast byggsag, það þegar hann að skera byggið þá safnar saman sag. Ég nota rosa mikið gúrkur, það fellur til rosalegt magn af gúrkum á Íslandi. Ég get nota það í sjampó og sápur og annað í staðinn fyrir vatn. Ég vinn með Omnum, nota súkkulaðihrat frá þeim og ég vinn með Ölgerðinni, nota bjórafgang frá þeim. Þannig að það rosalega spennandi verkefni, þetta Verandi og svo er með bjór sem heitir Tósteil. Það gerir ég í samstarfi við Ægisgarð, brugghús út á Granda í Reykjavík og Milluna
að búa til bjór úr brauði sem að fellur til eða sem ekki hægt sem offramleitt eiginlega. Þannig að eins og ég segi, það eru fullt af fyrirtækjum líka tilbúin í að koma og gera og pröfa. En svona bara hinn almenni neytandi, hvaða boðskap hefur til okkar? Hvað eigum við að gera, hvernig eigum við að snúa sig við? Það bara hver sjálfum sér næstur í þessu. Já, það er náttúrulega bara að hætta að henda mat. Þetta er svo auðvelt og þetta er skemmtilegt og það er skemmtilega áskorun að taka þátt í að gera heiminn betri. Og þetta er bara þetta klassíska að kaupa minna inn og borða það sem er til í ískápnum og muna eftir að það má frysta eiginlega flest allt. Þannig að það er bara þessi litlu ráð. Svo auðvitað að velja íslenskt þegar hægt er. Út af því að það skiptir líka rosalega miklu máli að við veljum vörur úr nær umhverfinu. Út af því að það er óumhverfisvænt. Er það ekki einmitt þannig að það eru neytendurnir sem að eiga að taka frumkvæðið, ekki bíða eftir því að framleiðendur gera eitthvað? Jú, auðvitað höfum við valdið. En það væri náttúrulega svolítið skemmtilegt að þetta þyrfti ekki alltaf að vera barátta, að það væri bara allir til í að gera þetta saman. Og þess vegna trúi ég svo mikið á einstaklingsframtakið að við erum öll einstaklingar og auðvitað er það forstjóri fyrirtækja líka einstaklingur og forsætisráðherra er einstaklingur og forsetinn er einstaklingur og kóngurinn er einstaklingur. Þannig ef þetta smitast í alla, þá hlýtur þetta að nást. Þannig að við breytum þessu með því að breytum þessu hjá sjálfum sér í raun. Já, eins og Gandhi talaði að maður eigi sjálfur að vera svo breyting sem maður vilji sjá í heiminum. Mér finnst það mjög góð setning út af því að það þarf að minnka þessa neyslu. Íslendingar, við erum náttúrulega alltaf að reyna að bera okkur saman við Skandinavíu en sem neytendur og neysluþjóð erum við bara eins og Ameríka. Við viljum bara geta keyrt í einhverjar stórvöruverslanir í úthverfum þannig við þurfum ekki að ef maður lappar heim með pókana þá finnum maður miklu meira fyrir þyngdina og kaupir maður minna. En það er alltaf að deyja út á Íslandi. Þannig að reyndar að aðeins byrja að koma aftur núna en það er, í grunninn erum við bara byggð upp eins og amerískt neyslusamfélag og Ísland skorar rosalega hátt á hversu harðir neytendur við erum. Ég held að við þurfum að eiga 4-5 plánetur til að, ef við ætluðum að lifa af eða fullþurfa þörfum okkar. Já. En þessi vettvangur, Lísa, þetta svona, hvers vegna komið þið hérna til þess að kynna þetta? Bara frábært hérna, fullt af frábæru fólki og alls staðar af og tala við ykkur og forsætisráðherra verður hérna eftir og bara til að vera sýnileg og það er náttúrulega líka gefandi að vera með fólki sem eins og hérna, sem til í samtalið og kemur með góðar lausnir og góðar hugmyndir og þetta tengslanett skiptir svo rosalega miklu máli. Þetta er rokkhátíð samtalsins. Heldur betur og þannig smitum við á milli og við erum nú svona þannig þjóð að það fara allir út að skokka, nú allir út að hjóla, við gerum alltaf það sama í einhvern vissan tíma og svo kemur eitthvað nýtt og tekur við hjarðhegðun. Þannig að maður heldur líka í þá von að allir fara að hætta að henda mat og nota fötin sín betur. Þetta eru góð markmið og góð lokaorð hjá þér, Rakel Garðarsdóttir. Þakka kærlega fyrir að koma til okkar og gangi þér sem best. Takk fyrir.